Framsókn og flugvallavinna. Bókunin hljóðar svo. Í kjölfar fjölmiðlaumræðu eineltismál í grunnskóla í Reykjavík 7. janúar síðastliðinn lögðu Framsókn og flugvallarvinir fram tillögu í borgarráði 7. janúar 2016 úttekt á meðferð eineltismála í skólum Reykjavíkurborgar. Í úttektinni yrði kannað hvort einhverju væri ábótavant við feril og meðferð eineltismála, forvarnir, inngrip og eftirfylgni og ef svo reynist vera vinna þá tillögur að leiðum til að uppræta og koma í veg fyrir einelti meðal skólabarna í Reykjavík. Tillögunni var frestað og hefur ekki enn hlotið afgreiðslu nú 4 mánuðum síðar. 13. janúar 2016 lögðu Framsókn og flugvallarvinir fram ítarlega fyrirspurn í skóla- og frístundaráði tíðni og meðferð eineltismála í grunnskólum borgarinnar. Fyrirspurnin var send 36 grunnskólum og svör birt 9. mars síðastliðinn. Tillaga stofnun hlutlaust eineltisráð var lögð fram í skóla- og frístundaráði sameiginlega af fulltrúum Sjálfstæðisflokks og Framsókn og flugvallarvinum 11. maí síðastliðinn. Einelti sem á sér stað utan skólalóðar eða á netinu getur átt rætur að rekja til samskiptavanda innan veggja grunnskólans eða í nánum tengslum við veru nemenda í skólanum. Grunnskólabörn og aðrir verða að tileinka sér ábyrgð á daglegum samskiptum og netsamskiptum innan og utan skólans. Brýnt að koma bæði þolendum og gerendum til hjálpar. Einelti verður að uppræta. Ég var búin að senda þessa bókun. Já, það er borgarfulltrúi Jóna Björk Sætran lokið við það að gera grein fyrir bókun Framsókn og flugvallavinna. Þá vil ég biðja meirihlutanum að koma upp og gera grein fyrir bókun sinni undir þessum dagskrárlið. Gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn, ég geri grein fyrir bókun undir öðrum lið, svohljóðandi. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata þakka umræðu eineltismál og leggja áherslu á að fengin verði óháður aðili til að yfirfara alla verkferla starfsstöða skóla- og frístundasviðs í tengslum við eineltismál og samskiptavanda barna. Sérstaklega verði farið yfir samstarf við stofnanir velferðarsviðs í meðferð slíkra mála, svo sem barnavernd Reykjavíkur og þjónustumiðstöðvar. Mikilvægt að tryggja að öll börn og ungmenni finni til öryggis og njóti hæfileika sína í borgarsamfélaginu. Jafnframt nauðsynlegt að hafa í huga að einelti ekki eingöngu bundið við börn, heldur getur það líka komið upp meðal fullorðina, meðal annars á vinnustöðum og má borgin sem vinnuveitandi ekki láta sitt eftir liggja í að vernda starfsfólk sitt gagnvart slíku ofbeldi. Aðilar þurfa að vinna náið saman að stefnumótun og eftirfylgni og upplýsingar þau úrræði sem standa þolendum til boða verða að vera aðgengilegar. Einnig mikilvægt að varpa ábyrgð á gerendur og vinna að varanlegum lausnum á þeirra hegðunarvanda. Þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið við það að gera grein fyrir bókun meirihlutans undir öðrum dagskrárlið og þá koma bókanir undir 11. lið fundarins og þá er það bókun Sjálfstæðisflokksins. Þá kemur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hingað upp og gerir grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins. Já, kæri forseti, réttara sagt þá gerir ég hér grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallavinna. Og hún hljóðar svo. Við gerum alvarlegar athugasemdir við óviðunandi upplýsingagjöf til skóla- og frístundaráðs vegna hugsanlegra lokunar leikskólans Mýrar. Á fundi ráðsins miðvikudaginn 27. apríl óskaði fulltrúar Framsóknar og flugvallavinna eftir upplýsingum hvort fyrirhugaðar væru breytingar á leikskólastarfi í Vesturbænum vegna fækkunar barna í ákveðnum árgöngum, til dæmis hvort til stæði að loka leikskóladeildum í hverfinu. Engar upplýsingar voru látnar í því á fundinum. Aðeins 2 dögum síðar 29. apríl fengu foreldrar leikskólabarna á Mýri bréf frá skóla- og frístundasviði að uppfærið komi óvissum framtíð leikskólans og að verið væri að skoða framtíð hans.
Í bréfinu voru foreldrar upplýstir að hafnar væru viðræður einkavæðingu starfseminnar, það að leikskólinn Nós tæki við rekstur Mýrar, en í bréfinu sagði jafnframt ekki verið komin niðurstaða í þær viðræður. Ljóst er að umrædd óvissa um rekstur leikskólans Mýrar skapaðist ekki á þeim stutta tíma sem leið frá lokum fundar ráðsins miðvikudaginn 27. apríl þar til foreldrunum barst umrætt bréf á föstudegi. Það er með algerum ólíkindum að skóla- og frístundaráð sé ekki upplýst að óvissa ríki um rekstur ákveðins leikskóla í borginni og að verið sé að skoða hugmyndir einkavæðingu hans. Það er svo sjálfsagt grundvallaratriði ekki ætti að þurfa að taka það fram að komi upp óvissa um framtíð skóla eða annarra stofnunar heyrir undir skóla- og frístundaráð sé ráðið upplýst svo fljótt sem unnt er og án undanbragða um þá alvarlegu stöðu. Hið sama gildir að sjálfsögum þegar hafnar eru viðræður við einkaaðila um að taka þessi slíka starfsemi, hvort sem starfsemin er í óvissu eða ei. Því miður er þetta ekki fyrsta dæmi leyndarhyggju gagnvart kjörnum fulltrúum varðandi lokun leikskóla, samanber lokun leikskóla Sjónarhóls í Grafarvogi síðastliðnu sumri. Óskað er eftir því að slíkar upplýsingar verði veittar greiðlega í framtíðinni, enda allsendis óviðunandi að kjörnir fulltrúar í skóla- og frístundaráði þurfa að lesa um það í fjölmiðlum að óvissa sé upp um framtíð einstakra skóla og að hafnar séu viðræður einkavæðingu þeirra. Takk. Búið náðu þessu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að gera grein fyrir bókun Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarins. Takk fyrir það. Þá má bjóða meirihlutann að koma hingað upp og gera grein fyrir bókun meirihlutans undir 11. dagskrárlið borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti, borgarfulltrúar, við erum með bókun þetta málvarandi leikskólann Mýri. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar Bjartra framtíðar Pírata og Vinstri grænna leggja áherslu á að umræða framtíð leikskólans Mýrar er á vinnslustigi og standa yfir viðræður við foreldra á leikskólunum Mýri og Ós næstu skref. Engar ákvarðanir hafa verið teknar en málið verður að sjálfsögðu unnið áfram í góðu samstarfi við foreldra, starfsfólk og kjörna fulltrúa í skóla- og frístundaráði og borgarstjórn. Borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að gera grein fyrir bókun meirihlutans undir 11. dagskrárlið. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og segi honum slitið klukkan 20:37. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.